Ertu klár? Nú, þá býð ykkur velkomin á fund nummer 181 í Bæðisveit, sveitarfélaginu Vogum, segi hann settan. Fyrir fundunum eru 6 mál og fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs sveitarfélagsins Vogum nummer 330. Áður en að ég gef orðið laust, þá ætla ég að vekja athygli á máli 1.6, þar sem þið eru með drögum að greinigerð lögmanns sveitarfélagsins til kærunefndar. Þau eru í fundamannagáttinni undir málinu og frestur sveitarfélagsins til að skila inn athugasemdum rennur út á morgun 27. maí. Einnig ætla ég að vekja athygli á mál 1.9 sem er húsnæðisáætlun sem við þurfum að samþykkja sérstaklega. En þessu sögðu þá bara orðið laust. Jóngeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn. Ég ætlaði nú bara rétt aðeins að minnast á þá setningu sem stendur hér undir 1.3 að málinu var vísað til að það fjallað skóladagatal sem var vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar, en að vísu kemur í ljós í næstu fundagerð bæjarráðs að þar var þetta mál tekið aftur fyrir og vísað aftur til bæjarstjórnar. En það var nú kannski ekki það sem skiptir nú höfuðmáli í þessu. Mér langaði bara aðeins að minnast á 1.7. Það þessi ágæti æslabelgur sem búið að setja upp hér. Öllum til ánægju, skulum við vona. Allavega hef ég í þessi skipti sem ég hef átt leið þarna hjá, þá hefur það verið þarna margir krakkar og úrlingar að leika sér og ég held að þetta sé bara eintóm ánægja. En það svona spurning bara þetta ágæta mannvirki sem þarna hefur verið sett að við vonum að þetta hafi verið full uppsett með öllu saman, með myndavélum öllu saman og það sé látið vita af því að ef eitthvað kemur fyrir þá náttúrulega gæti það haft einhver afleiðingar fyrir þá sem að hugsanlega skemmtu þetta því að auðvitað viljum ekki skemma þetta og ég held að sé að gera allir talum fyrir sínum börnum og úrlingum að þetta sé okkar eign og þetta höfum við borgað á okkar skatttekjum á útsvari og þetta að fara vel með þetta. Nú, það kannski spurning hvort að við aðeins ræðum 1.6, kæra vegna Suðurnesjalínu. Ég held að þessi bæjarstjórn sem að náttúrulega hefur verið sem algjörlega sammála það að leggja þessa línur í jörð og fá svo þessa kæru á sig tilbaka. Ég held að við verðum bara að mæta henni sem einn aðili. Og ég held að við höldum því áfram hér í þessari bæjarstjórn að vera sammála þetta atriði að þessar línur þær eigi að liggja í jörðu. Og röksemdir sem hafa verið á móti því, þær séu hrekjanlegar. Meira ætla ég nú ekki að segja þetta sinni. Takk fyrir. Takk fyrir Jóngeir. Orðið laust, enginn yfir þessi hljóðs, þá ætla ég að leggja þá ætla ég að taka mál 1.9 og við þurfum að samþykkja það sérstaklega. Það húsnæðisáætlun, endurskoðun 2020. Þeir sem samþykkja það, vinsamlega skefið merki og það samþykkt samhljóða og þá legg ég fundagerðina fram til samþykktar, þeir sem samþykkja hana vinsamlega skefið merki og hún samþykkt samhljóða. Þá það næsta mál á dagskrá sem fundagerð bæjarráðs númer 331 og orðið laust. Jóngeir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta bæjarstjórn. Í þessu, hér var undir lið 2.5 tekið fyrir mál þar sem að við vorum að reyna að verða okkur út vatnsból. Láta taka það eignanámið þegar ekkert gekk í því. Það gekk því miður ekki.
sem náttúrulega afskaplega leitt og við vorum að vonast þess að þetta leystist einhvern veginn farsællega en það bara eins og máli mælt að það gekk ekki þarna. En auðvitað verða andmæli lögðu þetta og enn aftur og einu sinni. Og þetta hef ég nú minnst á einhvern tíðan áður að lögfræðikostnaður sveitafélagsins í þessum málaferlum með þessum sameigendum okkar náttúrulega verða dálítið mikið. Þetta eiginlega verða svona, ætti nú vera bara sér fjárveiting í þetta svona dálítið slatti á hverju ári, en ekki svona tilfallandi. Nú, næsta mál, hér náðist mikið samstæða undir 2.6 málið sem ég minntist aðeins á áðan, skóladagatalið, að það náðist mikil og góð lending þarna í leikskólanum það hvernig þetta útfæra þetta. Og ég held að þegar að allir orðnir sammála þar, eða það komið að samkomulag, þá gerum við náttúrulega ekkert annað heldur en bara samþykkja þetta og staðfesta það að þetta sé svona. Síðan var það 2.12 sem beiðni styrk til heilsueflingar. Þessu máli var frestað, en ég held að þetta mál sem erindi Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem styrk til heilsueflingar fyrir einstaklingar sem lifa með offitu, þetta sé eitthvað sem eigi eitthvað að leggja í fjármuni. Það sem vantaði í þetta var það hvað kostar þetta per einstakling. Við skulum bara vona að við fáum eitthvað hagstætt verð í þetta og gerum þetta vegna þess að það náttúrulega þeirra það náttúrulega erfitt fyrir þá sem að þjásta þessu að þeir þurfa náttúrulega á styrk að halda og að koma heilsu einhvers svona einstaklings í lag, það geti bara borgað sig fyrir okkur sem samfélag. Nú, þetta náttúrulega ekkert það sem að byrja samkvæmt þessu bréfi sem þarna en það náttúrulega, þetta tengist náttúrulega kannski svolítið öðrum og fleiri hlutum. Því að þeir sem á bak við þetta eru þeir sem heitir Janus Heilsuefling sem með samning til dæmis við Reykjanesbæ, Hafnarfjörð og fleiri, bæði fyrir svona einstaklinga sem að þá kannski verið að reyna að ná í hér og líka fyrir aldraða. Heilsuefling og aldraðra. Það hefur verið reynt að gera þetta hér en það hefur ekki verið hljómgrunni fyrir því miður. Ég held að væri nú kannski rétt að endurvekja þá hugmyndi einhvers staðar að athuga með heilsueflingu fyrir ekki bara þessa einstaklinga, heldur jafnvel fyrir einhverja eldri borgara og sjá til hvað það kostar. Og athuga því að auðvitað erum við náttúrulega að reyna að hugsa heilsu fólksins og velferð sem að hér í þessu sveitafélagi. Og ég veit að félagar mínir, allir hér, þeir vilja heilsu og velferð bæjarbúa sem mestan. Takk. Takk fyrir það, Jónki. Nú orðið ljóst. Já, Bergur, þú hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti. Ég ætla aðeins bara að fá að taka undir með bæjarfulltrúa Jóngeri. Það er dapurt að eignarnámsmálið skyldi fara eins og það fór en það verður væntanlega bara farið þá í að reyna að ná okkur samningum við eigendur okkur það mál. Ég ætla hins vegar aðeins að fá að bregðast við heilsueflingar styrkbeiðni HSS sem var nú reyndar ókostnaðargreindin og kom til okkar. Og það er rétt að við tókum ekki þátt í þessu áður, einfaldlega vegna þess að þar þótt okkur vermiðin vera töluvert dýr. Ég ætla aðeins að fá að vara við því að sveitarfélagið Vogar eða sveitarfélagið yfir höfuð fari í það að fullum krafti að taka að sér sérgreind heilsufarsvandamál íbúa sinna. Ég veit ekki alveg búum í samfélagi sem við borgum bara töluverða skatta, bæði neysluskatta og öðruvísi skatta. Þeir eru meðal annars að fara í það að
fjármagna heilsugæsluna í landinu og heilbrigðisþjónustuna. Ég veit ekki alveg hvort að ég er endilega tilbúin í það svona í prinsipinu að við ferum að plokka út hvort það er offita eða slæmt bak eða hné eða augu eða eitthvað til þess að sveitafélögin fari að fjármagna það fyrir ríkisvaldi sem að fær nú megnið af þeim sköttum sem að við greiðum. Bara hvet til þess að fólk fara þess að varlega það. Takk. Takk fyrir það, Bergur. Ásöldur, þú hefur beðið orðið. Forseti, já, mér langar aðeins að ræða þetta vatnsbólsmál og bara eiginlega að lýsa yfir hvað hér óskaplega leið yfir þessari niðurstöðu. Að því ég bara skynja það að menn gerir sér ekki grein fyrir alvöru málsins. Því að við hefum hér verið með vatnsból á undanþágu frá heilbrigðiseftirlitinu í einhver ár af því að þetta er ekki framtíðar vatnsból og þetta stendur jafnframtíðar mjög öflugu fyrirtæki fyrir þrifum í vexti að vatnsbólið okkar skuli vera statt á þeirra lóð og það er bara allt of nálagt byggð til þess að teljast besti og heppilegasti staður fyrir vatnsból, fyrir neysluvatn, fyrir íbúa. Og tel bara að þeir sem hafa unnið að þessu, þeir hafa bara einfaldlega ekki kynnt sér að sveitafélagið hafi lagt sér allt fram að ná samningum og að halda því fram að það sé hægt að tengjast vatnsbólinu í lágum á einhvern auðveldan hátt held ég ekki rétt mat því að þar við sömu aðila eiga og það er ekkert meiri samningsvilji þeirra þar í þeirri leið heldur en samningsvilji þeirra vatnsbólið. Mér finnst þessi afstaða landeigenda lýsa ákveðnu vanvirðingu við bara heill og heilsu íbúa hér því að drykkjarvatn fyrir okkur hlýtur að vera grundvöllur þess að við getum haldið áfram að búa einna. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ásöldur. Jóngir, þú hefur beðið að gera svo vel. Forseti bæjarstjórn. Mér langar aðeins þess að halda áfram með þessa umræðu hérna sem að mér var svarað hérna út af heilsueflingunni. Málið það að þetta er náttúrulega sá hluti heilsueflingarna sem fellur ekki undir heilsugæsluna því að hluti af þessu er það og það kemur fram í því bréfi sem að okkur var sendt að þetta sé ekki sá hluti því að heilsugæslan sér ákveðin hluta í þessu. En hérna erum við kannski að tala einstaklinga sem að eru kannski svona aðeins hafa minna milli handana. Því að það er talað hér á baklið þessa blaðs sem að ég er með að þar er talað að leggja mánaðarlega upp til þáttakanda sem eru á örorku, atvinnulausir eða hafa ekki stéttarfélag baki sér til að sækja styrk frá í þetta. Þannig að við erum kannski fyrst og fremst að hugsa einhverja einstaklinga sem að myndu ekki geta tekið þátt í þessu nema með einhverju aðstoð. Ég held að verði nú fróðlegt að sjá hérna þegar við fáum einhverja kostnaðartölu í þetta og síðan væri nú kannski ágætt að fá einhvers konar hugmyndum það hvort þetta væri 1 eða 10 eða hvað. Ég geri mér ekki grein fyrir því. Þetta er ekki víst að þetta séu margir. Þannig að þetta er ekki mjög mikil kostnaður fyrir okkur. En ég held að þetta sé fyrst og fremst einhver stuðningu við þá sem að minna mega sín og hafa minna milli handana. Takk. Takk fyrir það, Jóngir. Og orðið er ennþá laust. Enginn sem vill taka til máls þá bara leggi þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð finnst að skeiða merki og hún er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð skipulagsnefndar sveitarfélagsins, fundargerð nr. 26. Orðið er laust. Björn, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
Ég ætla að drepa þetta niður í máli 1.3, frístundasvæði við Breiðagerðisvík. Það fór að lesa hérna afgreiðslu skipulagsnefndar, því svo langar mér að bera upp kannski nokkrar spurningar sem ég myndi þá beina til formannsnefndarinnar. Ákveðið er að senda eftirfarandi erindi til lóðareiganda. Nú stendur til að deiluskipuleggja Breiðagerðis samanber ákvörðun 154. funda bæjarstjórnar sem haldið var þann 19. mars 2019. Viljum við gefa þér sem lóðareiganda tækifæri til að koma á framfæri við sveitarfélagi þínum skoðunum og hugmyndum er varða mögulegt skipulag. Hafir þú áhuga að taka þátt í hugmyndavinnunni er þess óska að þú sendir hugmyndir þínar á skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins. Það sem ég langaði að spyrja hvort búið sé að senda þetta bréf til allra lóðareiganda og hvort það hafi þá verið gert strax að loknum þessum fundi. Og ef svo er, eftir allan tíma sem málið er búið að taka, af hverju fresturinn einungis til 10. júní sem mér finnst vera ansi stuttur, ég veit að það fundur skipulagsnefnd þarna, einhverjum örfáum dögum seinna, en eftir að þetta er búið að veltast hér í, má segja bara fleiri ár að það skuli þá bara vera þessi stutti tími til að bregðast við. Í bréfinu er lóðareigendur boðið að taka þátt í hugmyndavinnu án þess að það sé útskýrt eitthvað frekar. Er það átt við hugmyndir varðandi deiluskipulagið. En nú hefur D-listinn lengi haft á stefnuskrá sinni í samráði við landeigendur á svæðinu að fá skipulagssvæðisins breytt úr frístundabyggð í íbúðabyggð dreifbýli. Nú er búið að taka annað ár að senda út þetta bréf til landeigenda þar sem spurt er afstöðu þeirra til þess með þeim kostum og göllum sem fylgir þessu. Hvenær stendur til að senda út bréfi sem við erum búin að vera að tala alltaf varðandi hvað þeim finnst að breyta þessu svæði í íbúðabyggð, þá innan sviga dreifbýli, eða halda þessu áfram sem frístundabyggð og með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgir. Nú erum búin að fá álit Ívars og fleiri og þetta liggur nokkuð ljóst fyrir hvað þetta þýðir. Og ég beini þessum spurningum mínum bara til formannsnefndarinnar. Takk fyrir þetta, Björn. Áseldur, gjörðu svo vel. Forseti, já, síðast þegar ég talaði við skipulagsfulltrúa þá var hann bara að útbúa bréfi til sendingar, þannig ég geri ráð fyrir að það sé farið úr húsi. Ef það er ekki farið þá er það væntanlega bara að fara á morgun þegar hann er hér í vinnu. Spurt stuttan frest varðandi 10. júní, það var einfaldlega, þetta er engin lokafrestur, heldur bara vildum við reyna að fá eitthvað inn fyrir næsta fund skipulagsnefndar, en ef að koma fleiri hugmyndir eða eitthvað eftir þann frest þá munum við að sjálfsögðu taka við þeim. Því að svona skipulagsferli er hvað sem er aðeins langt ferli, þannig að við vildum reyna að ná fólki í þetta, hugsa þetta áður en það fer í sumarleyfi, þannig að einmitt þegar sumarleyfum líkur að þá sé hægt að halda áfram vinnunni, þá séu komin eitthvað áleiðis en sitjum kannski ekki föst. Ástæða þess að spurningin er svona opin er að nefndin vildi ekki leggja fólki eitthvað til að það ætti að vera eitt eða annað. Heldur vildi við reyna að halda þessu eins opnu, þannig að við fengjum sem flestar hugmyndir og við njörfum fólk ekki niður í að hugsa eitt frekar en annað, heldur að það gæti fengið að hafa frjálst flæði hugmynda inn í þessa vinnu og skila því til nefndarinnar. Björn spyr hvenær stendur til að senda bréfið íbúðabyggð dreifbýli. Það er nú ekki alveg það einfalt að það sé bara hægt að ákveða það að þetta geti verið íbúðabyggð í dreifbýli. Því að í skipulagslögum er kveðið á hvenær þéttbýli er bara þéttbýli og það felst meðal annars í byli á milli húsa, þannig að það var nú bara Ívar lögmaður sveitarfélagsins mætti á þennan fund og þessi spurning kom frá Sjálfstæðisflokknum hvort að það væri hægt að
hafa þetta byggð í dreifbýli og hann gat ekki gefið afgerandi svar og þarf að skoða það betur bara hvort það sé lagalega mögulegt. Því að það er nú þannig að í dreifbýli þá getur sveitarfélag ekki, í þéttbýli getur sveitarfélag ekki skorast undan lögbundnum skyldum sínum svo sem að að tryggja vatnsveitu, holræsi og ýmislegt annað. Þannig að við vildum bara halda þessu opnu og reyna að þoka málum, þannig að við myndum ekki standa í vegi fyrir uppbyggingu í Breiðagerði lengur því að það er alveg ljóst að það er fólk að framkvæma þarna og það þýðir það að alla framkvæmdir þarna eru óleyfis framkvæmdir því að meðan ekki gildir deiliskipulag þá er ekki hægt að gefa út nein framkvæmdaleyfi fyrir þeim framkvæmdum sem að við sjáum bara ef við keyrum ströndina að eru svo sannarlega í gangi þarna. Þannig að það er ekki búið að loka neinum dyrum, þú ert ekki að hafa áhyggjur af því, Björn, heldur viljum við hafa vaðið fyrir neðan okkur, við viljum heyra beint frá þeim sem þarna eiga lóðir. Við héldum eitt fund fyrir þó nokkru síðan og það var, þá ætluðu þeir sem að hluti lóðar hafa að reyna að stofna svona sumarhúsafélag, það sem þetta er skilgreind sumarhúsabyggð til þess að koma fram fyrir hönd hópsins, en það tókst ekki. Þannig að við vildum, og það komu mismunandi sjónarmið fram á þessum fundi, bæði fólk sem að vil hafa þetta áfram sem sumarhúsabyggð en einhverjir sem að líka vilja búa þarna. Þannig að við vildum bara fá frá öllum, heyra, gefa fólki þessa opnu spurningu til þess að loka engum dyrum eins og ég sagði það. Takk fyrir. Takk fyrir það, Ásthildur. Björn, þú vilt gjöra svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, takk fyrir svörin, Ásthildur. Ég er ánægður með það að skuli þó allan ekki búið að loka neinum dyrum, svo sem átti ekki von á því. En það hefur svo sem allan tíman verið talað frá því byrjuðum í vinnunum við aðalskipulagið að það er sendt út svona bréf til íbúa þarna svæðinu hvort kostinn þeir myndu vilja. Varðandi þjónustu sveitarfélagsins við þetta svæði, þá get ég ekki betur séð eftir einmitt gögnum frá Ívari og að þéttleiki byggðast þarna sé ekki það mikill að hægt væri að skilgreina þetta svæði sem íbúabyggð dreifbýli. Og bara ég er ánægður með að hann skuli vera að skoða það betur. Því að ég er ekki neinum vafa það að það er hagsmunum þessa sveitarfélags fyrir bestu að þetta er gert svona og við getum komið til með að ná tekjum frá því fólki sem þarna býr. Og bara ef ég mætti ráða á í fyllingu tímans held ég að veri langbest að skilgreina alla ströndina sem íbúabyggð dreifbýli því að þarna á þetta að byggjast upp í framtíðinni bara framlegging af höfuðborgarsvæðinu og þá eigum við ekki að sitja eftir og geta ekki fengið neinar útsvarstekjur eða aðra tekjur sem þessu fólki fylgir hingað til okkar. Og ég ætla bara að vona að svo niðurstaða verði og mér bara hlakka til að sjá hvað Ívar kemur með inn á fundi næst. Og ég er svo sem líka ánægður með það að það stóð þarna 10. júní og ég skila það ekki betur þá frestunum sé bara til 10. júní og ef bréfið er ekki farið út ennþá þá eru þetta nú ekki nema bara 2 vikur sem fólk hefur. Ja, við veitum ekki hvernig það berst bréfið en það er svo sem ágætt að það er opið en það kemur samt hvergi fram í þessum upplýsingum sem koma í niðurstöðu fundarins. En já, ég kem bara til með að fylgja þessu máli eftir sem hingað til. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Jón Geir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta kannski tengist nú, þessi umræða sem var hér 3.1 tengist kannski svolítið þessari næstu grein sem 3.2, það sem er rætt deiliskipulag nýrra íbúakverfa. Nú, það er náttúrulega, við eigum eitthvað lítið á landi, en þetta er samt rætt í þessari nefnd og það er gott. Við vonum að, eftir sem að mér skilst, þá eigum við cirka svona eina götu þarna einhvers stað við hliðina á mér, þarna upp í Dölunum, það sé hægt að byggja þar, við eigum þar land, það er ekki í
það er ekki í sameign okkar með einhverjum öðrum sem að erfitt er að fást til þess að gera nokkuð með. En þessari umræðu var frestað. Nú, síðan komum við hérna að máli málana sem alltaf er rætt hér öðru hverju, Hafnargata 101, uppbygging og þróun. Þetta er rætt þarna á skipulagsnefndarfundi, það sem að ég tel að þetta eigi heima, ekki einhverju nefnd sem að einhverju 3 hérna eru út í bæ. Og þetta er bara góð umræða sem þarna greinilega hefur átt sér stað, rætt núverandi ástand og hreinsun lóðar og ákveðið að fá skipulagsráðgjaf á næsta fund til að ræða hugmyndir og notkun lóðarinnar. Þetta er eitthvað sem átti víst að vera eitthvað hérna, aðalmál hérna þessara nefndar, en þannig er þessi nefnd bara farin að fjalla þetta. Og það er kannski bara ágætt, við getum kannski þá bara sparað þína nefndina og nota þessi í þetta. Svo komum við að hérna máli sem ég hef alltaf hérna tekið upp þegar það hefur verið á dagskrá. Það eru umferðar öryggisáætlun. Og við sem að við höfum séð það að hér með hefur verið búna til hérna svona hindranir, hérna það sem gangbrautirnar eru, og það er bara mjög fínt. Og eitthvað hefur nú verið talað um það þegar ég var að minnast á hérna gamla úttekt að það væri allt búið sem væri þar, en svo kom bara í ljós að það var ekki rétt. Og ég held að þetta sé mjög gott spor sem að skipulagsnefndin er að leggja til þarna, leggur til hér við bæjarstjórnina, að gerð verið önnur úttekt á umferðaröryggi hérna í bænum þegar að framkvæmd við gangstéttar á miðbæjarstjórninni lokið í haust. Og þá er það spurningum það hvort að það sé, þessi hluti séu konur í lag sem að ég reikna með, en það gæti verið að það væri eitthvað annar staðar. Og þá er það kannski hlutverk þessarar þeirra sem vinna þessar úttekt að skoða og sjá það. Og ég ætla bara að halda því til haga, það geta verið einhver fleiri horn hérna eða eitthvað slíkt sem að ekki hefur verið sinnt frá fyrri áætlun. Og ég vona að annars verður þetta verið svona, ef að þessi úttekt verður þannig að það sé bara allt í góðu lagi, þá er það náttúrulega bara út af fyrir sig mjög gott, en ef að það er eitthvað að, þá eigi það að koma fram í þeirri skýrslu og það verður bara lagað. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Áshildur, þú hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, já, aðeins að bregðast við þessu. Já, það eru runni 2 svæði sem eru á núgildandi aðalskipulagi skilgreind sem íbúðarsvæði sem ennþá eru ódeilisskipulögð. Þannig að það er deiliskipulagsvaldi liggur alltaf hjá sveitarfélaginu, hvort sem að við eigum landið eða ekki, en það er bara verið að skoða það í stærra samhengi hver sem skynsamlegast að byrja að deiliskipulegja, hvort það er í því sem er óskipulagt við hlið Grænuborgarhverfisins sem tilheyrir hluti af því hverfi en er ekki í eigu, ekki í einkaeigu sveitarfélagsins, eða hvort það er hérna tilheyrar við Dalahverfi þar sem við eigum svo sannarlega það land. Þannig að það er mjög eðlilegt að skipulagsnefnd fjalli þetta. Við gerum ráð fyrir þessu á fjárhagsáætlun fyrir þetta ár, þannig að það er bara hugmyndavinna og umræður bara á fyrstu stigum málsins. Varðandi Hafnargötu 101 og þann reit, já, ég held að það gæti nokkur misskilnings hlutverk þessara nefndar. Það er nefnilega eitt er skipulagsvaldið og varðandi lóðin og allan reitin, og hitt er hvað á að gera við það hús sem þarna er. Ég skildi það alltaf þannig að það var hlutverk þessara 3 manna nefndar að ræða svolítið húsið og hvað eigi að gera við það, er skynsamlegt að varðveita eða þarf að rífa, hvert er ástandið og auðvitað hafa í huga líka hvað er hægt að skipuleggja, en að skipulagið færi alltaf fram í skipulagsnefndinni. Þannig að ég held að það sé ákveðin misskilningur að það hafi verið að taka verkefni skipulagsnefndar og setja það inn í einhver aðra nefnd, heldur liggur fyrir að það er rauninni ekki hægt að full skipuleggja nema að við vitum hvað við ætlum að gera við núverandi byggingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Áshildur. Þetta hafi svarað spurningum. Jón Geir, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarstjórn, þakka góð svör, formann skipulagsnefndar. Ég svo sem vissi nú þetta að þetta væri nú skipulagsvaldið væri svolítið þarna og hvernig skipulagið væri, en hitt væri ákvörðunin. Það sem að ég er náttúrulega ennþá að gagnrýna er það að mér finnst afskaplega skrítið að þetta mál skuli bara ekki vera tekið inn í bæjarráð og rætt þar hvað eigi að gera við þetta, heldur það séu bara bæjarráðsmenn, þessi einhverju sérstakri nefnd þetta, hvað eigi að gera við þetta. Það finnst mér mjög einkennilegt, en það er bara, er mín skoðun á málinu. Takk. Já, takk fyrir það, Jón Geir. Þú erum búin að koma henni vel á framfæri. Erum orðið laust við þessa fundargerð ennþá. Enginn sem hefur kveðið ljós, þá ætla ég að leggja þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem samþykja hana vinsilega skeiði merki og hún er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er fjórða mál sem er fundargerð frístundar menningarnefndar, fundur nr. 95, orðið laust. Björn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mál 4.3, fjölskyldudagar. Það tekið fyrir á fundi nefndarinnar. Og nú horfum við svo við að við erum sem betur fyrir að losna úr grímum og COVID og öllu þessu og væntanlega verður hægt að halda hér fjölskyldudaga sem betur fer. Og eins og kemur fram í niðurstöðu nefndarinnar að það verður nú væntanlega gert með hefðbundnu sniði. Það sem ég svona rak augun í strax á eftir því stendur miðað við að dagskrá verði frá 50 til laugardags. Svona undanfarin ár hefur þetta þróast þannig að það hefur nú verið svona dagskrá hérna meir og minna bara frá mánudegi með einhverjum hverfarleikum og fram yfir helgi eða fram á sunnudag. Og það hefði nú kannski haldið að væri orðið hefðbundið snið. Þess vegna langar mér bara að beina því til nefndarinnar hvort að það sé búið að afleggja það og fara með þetta aftur, eða fara með þetta niður þessa 2-3 daga eða hvort að ég að halda hefðbundið snið sem að ég kýs. Já, takk fyrir það. Björn, orðið laust. Birgir, gjörðu svo vel. Forseti, það sem ég satt nú þennan fund, þá getur nú allavega svona gefið eitthvað innsýn inn í það hvað umræður fóru þarna fram og það kom svona til tals hvort að ætti að halda þessu frá 50 til sunnudags og menn voru að velta fyrir sig hvort að félagasamtök getur verið með aðra dagskrárliði á hinu dögunum en það var engin ákvörðun tekin. Fólk var svona að velta fyrir sig hvort að þetta væri of teygt eða hvort það væri jafnvel hægt að stilla þessu öðru í þessu upp. Þannig að eins og ég skildi þetta á þessu fundi þá er þetta til skoðunar og menn að svona velta fyrir sér hvernig þeir geta nálgast dagskrána. En allavega jákvæða er þetta sé að komast í gang. Takk. Takk fyrir þetta, Birgir. Nú orðið er ennþá laust. Enginn sem við taka til máls, þá ætla ég að leggja þessa fundargerð fram til samþykktar. Þeir sem samþykja hana vinsilega skeiði merki og hún er samþykkt samhljóða. Og 5. mál á dagskrá er ársreikningur sveitarfélagsins árið 2020. Þetta er síðar umræða ársreikningin. Fyrir umræða var á 180. fundi bæjarstjórnar og orðið er laust. Jón Geir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta bæjarstjórn. Mér langar aðeins svona að ræða þennan ágæta ársreikning. Ef við byrjum á því, þá vill nú þannig til að sveitarfélögin hérna í kringum okkur á Suðurnesjum, þau eru ekki rekið með tapi á þessu ári. Niðurstaða þeirra er plús, sem er mjög gott fyrir þau. Við erum aftur á móti hér með verulega mínus, sem að meira segja versnaði frá því að við fórum yfir hann daginn. Þá var rekstrar niðurstaða B-hluta, eða samt A-hlutans, hún var
189 milljónir en er núna komin í 203 milljónir. Auðvitað er þetta svona tölur á blaði vegna þess að það sem að breyttist í raun og veru, svona svo ég upplýsi það sem ég sá í þessu, er lífeyrisskuldbindinga uppreikningurinn. Hann var, þetta kostar meira hérna í rekstrargjöld sem er lagt í fyrir í lífeyrisskuldbindingu heldur en var í fyrri útreikningi sem var lagt fyrir okkur daginn. Nú, við höfum áður rætt hér hækkanir á milli ára. Hækkanir til dæmis, ef við horfum á útsvar, jú, það hækkaði heilar 20 milljónir. Síðan fengum við ákveð högg tilbaka að framlög jöfnunarsjóðs, þau dróðu saman 30 milljónir. Aðra tekjur svona nánast stóð í stað. Ef við höldum áfram þá komum við að þættinum í rekstrargjöldunum sem er laun og launatengd gjöld sem eru komin í 66% af tekjum sem er óvenju hátt hlutfall og hefur farið hækkandi sem hlutfall af tekjum sveitarfélagsins síðastliðin ár. Þau hækkuðu 13,6% á milli ára og það er svona ýmsu að kenna og við erum búin að fá ýmsar skýringar á þessu og það eru nýjar kjarasamningar og það eru veikindi og ýmist þess áttar það sem hefur þurft að fylla í skörðin með öðrum starfsmönnum. En auðvitað er þetta bara vonandi þá eitthvað sem að verður þá kannski minni veikindi á þessu ári og kannski þá að þessi hlutföll þau verði ekki eins slæm. En þá er það náttúrulega líka spurningin þegar að fólk fær laun, þá náttúrulega ætti að koma inn eitthvað útsvar fyrir það. Þannig að samdrátturinn í raun og veru kannski fyrst og fremst hjá þeim sem að ekki eru launþegar, til dæmis hjá sveitarfélaginu. Það eru ykkur staðar 83 eða 4 stöðugildi hérna, hefur maður rétt, sem er þó nokkuð mikið miðað við þetta sveitarfélag. En það sem er náttúrulega verst í þessu er náttúrulega þessi stóri halli. Og ég veit það ekki, menn þurfa náttúrulega að vera bjartsýnir og horfa einhvern veginn til framtíðar að þetta komi allt saman tilbaka einhvern veginn, en það er bara spurning hvenær. Mér sýnist að staðan sé náttúrulega svo í dag að það er ekkert að fjölga íbúum hérna neitt stórkostlega fyrir en eftir einhvern tíma, þannig að útsvarsgreiðendum þeim fjölgar ekki svo mjög. Við erum hérna í 1350 eða eitthvað svoleiðis í dag og auðvitað vonumst við til að það komi hér hálauna fólk sem að, ég hef sagt þetta áður hér, sem að greiðir góð útsvör og stendur vel undir sveitarfélaginu. En kannski hefur vonin það ekki verið alveg eins og hérna hefur verið, þannig að það hefur kannski verið ekki eins mikla tekjur eins og vonir á, en þó þegar við vorum að horfa á tekjuframlag jöfnunarsjóðsins, þá voru náttúrulega meðaltekjur konar það hátt að við fengum minna út úr tekjujöfnunarframlagi heldur en önnur sveitarfélög. Það sem það dróst svolítið saman. Ég held að við þurfum að taka þessa umræðu, við erum náttúrulega í henni, hún er hafin, það hvernig við getum snúið þessu við. Einn hluti, það eru nokkra leiðir. Ein leið er svo sem að ég hef stundum minnst á. Það er náttúrulega sameinast þessum sem er með hagnaðinn. Og þá verði þá deilt út á fleiri aðila. En ég veit að þetta er eitthvað sem er ekki mjög vinsælt hjá ýmsum. En ég veit ekki, ég verð bara að vera þessi leiðinlegi sem að segja að hagræðið gæti legið þessu. Ef að það er engin annar sem gerir það. Nú, það kemur í ljós að skatttekjur og íbúa þær hafa lækkað milli ára. Og þær eru lægri hér heldur en 2018 og 2019 per íbúa. Það þýðir náttúrulega það að það er ákveðin vandi og við höfum rætt þetta áður og atvinnuleysi er hátt en þó með lægra móti á Suðurnesjum. Það er hærri prósenta í atvinnuleysi
hlutfallslega í þessum sveitafélögum sem voru réttum með við strikið, sem eru hérna Reykjanesbær og Suðurnesjabær. Það hærra hlutfallslegt atvinnuleysi heldur en hér. Þannig að tekjufalli hjá þeim í tengslum við það ætti náttúrulega að vera þó nokkuð mikið. Nú auðvitað þá tala ég alltaf það að núna hérna aukast möguleikarnir á því að þessir einstaklingar þeir fái svona einhverja uppreist með því að fá einhver störf bæði hérna hjá sveitafélaginu. Það spurningum, það 24 mánaða reglan sem ég kalla svo kallaða, sem þannig að þeir sem eru búin að vera atvinnulausir í 24 mánuði og eiga þá ekki langt í að vera 30 mánuði og detta út kannski og fara þá á félagsþjónustuna. Það endurgreiðsla þeirra launa nánast allra. Það sem að þarf að leggja til handa svona einstaklingum, þetta er svona, ég að horfa á þetta sem sparnaðaratriði, svo þið skiljið það. Þetta sparnaðaratriði og líka til hagsbóta fyrir þessi einstaklinga. Ef að þeir fengju eitthvað starf og yrðu hér útsvarsgreiðendur og gætu þá lagt eitthvað til samfélagsins, rétt þetta af og við þyrftum kannski litlu til að kosta. Þannig að ég ætla enn einu sinni að segja frá þessu máli. Takk. Takk fyrir þetta, Jón Geir. Björn, þú beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ársreikningur 2020. Já, hann kannski svo sannarlega engin skemmtilesning. Þetta bara dálítið alvarlegt ástand sem við erum í og við því þarf að bregðast. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að þó að hér þurfi að skera niður og leita leiða til að spara, að við einbyttum okkur með því og leggjum mikla áherslu á því að reyna að auka tekjur. Við höfum verið duglegir í það í D-listanum að benda á það að hér skuli vera nægt lóðaframboð, aldrei skortur, svo fólk geti komið hingað og keypt lóðir og fluttingað, þannig aukum öllana tekjur á einn hátt. Og ég tala áðan ströndina og skipulagi þar og mér finnst mjög skrítið ef við viljum ekki seilast í það að reyna að fá tekjur af því fólki sem þar býr og fólki sem þangað vill flytja. Ég veit að verið víst að þar seldist til dæmis stór lóð bara nú daginn á ágætis pening af fólki sem að fara að byggja hús og þetta að koma upp aftur og aftur. Við þurfum líka að reyna að lokka hingað fyrirtæki og sýna þeim hvað við höfum upp á að bjóða og hvort við þurfum að ráða eitthvað fyrirtæki í það eða hvað, en við þurfum að gera eitthvað í því til þess að vera bara meira sýnileg, til þess að fyrirtæki sjá við erum hérna, við erum á góðum stað og hérna gott að vera og við erum miðsvæðis á stóru svæði hérna, við lítum á flugvöllin, höfuðborgina og fleira. Mér stundum hugsað til Þorlákshafnar sem ekkert mikið stærri bær en hér og hann einhvern veginn alltaf í fréttum og það alltaf sker vantar ekki bara eitthvað aðeins meira bara sem sagt kynningu hérna eitthvað til þess að við getum lokkað hingað fleiri að. Við þurfum kannski líka að hlúa því sem að hér fyrir, hvort sem það lítið eða stórt, hvort sem það lítið fyrirtæki sem á bryggju sem að reyna með eitthvað starfsemi sem gæti síðan eitthvað byggst utan á og komið fleiri eða önnur smá fyrirtæki. Við erum að halda þessum fyrirtækjum hérna og vonandi geta fengið að sjá þau vaksa og dafna. En ég ætla svo sem ekki að tjá mig mikið meir þetta en ég með bókun sem ég var að senda á þig Ásgeir rétt áðan sem ég ætla að lesa hérna upp og óskast að verði bókuð við þetta mál. Þegar rýnt í ársreikning síðasta árs liggur það fyrir að grípa það til verulega aðgerða til að koma rekstrinum á réttan kjöl. Athygli vekur að tekjur sveitarfélagsins eru litlu lægri en gert var ráð fyrir og reiknaði mátt verri niðurstöðu þar á því ári sem var að líða. Það aukið launakostnaður, rekstrakostnaður og mikil veikindi sem að miklu leyti skýra þann mikla hallarekstur sem við okkur blasir. Laun sem hlutfall rekstrakostnaði komin í 65% og hafa hækkað 10% á 4 árum og orðið allt of hátt hlutfall. Þessu hlutfalli þarf að ná niður, auk þess sem leita þarf leiða til að auka tekjur.
Við munum ekki láta á okkur standa í þeirri vinnu. Takk fyrir þetta, Björn. Nú horfðu þið laust. Engin sér takk til máls, þá ætla ég að fá að leggja þennan ársreikning fram til samþykktar. Ársreikningur Sveitarfélagsins Voga árið 2020 lagði fram til samþykktar. Þeir sem samþykkja hann vinsilega skeiði merki og hann samþykktur samhljóða. Þá er það 7. mál á dagskrá sem heitir Heiðarland Vogajarða, óskipt sameign. Áður en ég gef orðið laust þá eru þið mig gögnunum ykkar minnisblað, fyrirleikum minnisblað bæjarstjóra máli á samt tillögu að bókun. Ég ætla bara að lesa bókunina, þessa tillögu að bókun og gef síðan orðið laust. Bæjarstjóra falið að óska álit lögmanns sveitarfélagsins og möguleikum þess að slíta sameign hins óskipta Heiðarlands Vogajarða og málsmeðferð slíks máls. Þetta er tillaga bókun undir þessu máli og orðið er laust. Bergur, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ég mun að sjálfsögðu styðja þessa afgreiðslu sem að fram kemur í tillögu þinni að bókun bæjarstjórnar og það er svo sem búið að tæpa þess á því ástandi sem að hér ríkir, bæði varðandi aðgengi sveitarfélagsins að vatni fyrir íbúa þess. Félagar mínir mér á vinstri höndi þarna, þeir benda nú til dæmis á lóðaskort. Bæjarfulltrúi Björn bendir á það að hér væri gott að laða til okkar fleiri fyrirtæki. Þessu erum við bara algjörlega sammála en ég ætlum kannski að minna bara á það sem gekk á þegar að Ísaga kom nú hingað fyrir nokkrum árum síðan. Að þá bara var ekki við það komandi að þeir fengju þá lóð sem að var hentugust og hagkvæmust að þeirra mati að því að við áttum hann ekki einir, sveitarfélagið. Heldur þurftu þeir að fara annað á lóð sem að sveitarfélagið vissulega á. Og þá var kært að því að lóðin var komin á nálægt einhverju svæði sem við áttum í sameign með öðrum landeigundum. Þannig að málin er svona hálfgerð pattstaða upp í endalaust og ég held að væri bara heillavænlegt að kanna þann kost að slíta þessari sameign. Minn draumi væri sá að það væri reynilega bara hægt að semja við meðeigendur okkar í þessu óskipta landi það að við fáum eitthvað og þeir fá eitthvað annað og í þeim hlutföllum sem að núna er en já, ég er bara bjartsýnn að þau vilji losna við það að þurfa að eiga við okkur og kannski væri það drauma niðurstaða. Takk. Já, takk fyrir það. Bergur. Og orðið er ennþá laust. Ég kannski vil lesa hérna líka hvað þetta þýðir. Og ég ætla bara að drepa hérna aðeins niður á minnisblaði bæjarstjóra. Til álita hefur komið að skoða að verði sá valkostur að slíta sameigninni og skipta upp landinu. Og fyrsta skref er að sá eða þeir aðila lands í óskiptri sameign sem þess óska fara fram á viðræður við meðeigendur sína að landinu hvort vilji sé til að skipta upp landinu og með hvaða hætti. Náist ekki samkomulag meðal eigenda uppskiptingu landsins og slit sameignar kann að þurfa að óska eftir mati matsmanna möguleika þess að skipta landinu upp milli sameigenda og sé það ekki hægt hafa eignaraðilar þann kost að óska slita á sameign. Komi það til yrði landi boðið upp á almennu uppboði og eignast sá landi sem þá á hæsta boðið. Þannig að þetta snýst málið og orðið er ennþá laust ef ykkur vill taka til máls undir þessu. Björn, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil bara taka undir það sem Bergur var að segja hérna áðan. Þetta er eiginlega búið að vera
ferlega þreytt ástand hérna lengi varðandi samskipti við þessa landeigendur og það er búið að vera að reyna að semja og það er ekki gengið og þetta er endalausar lögsóknir og þar fram eftir götum. Ég bara mun styðja það að það verið farið þessi leið um að reyna að semja við þá uppskiptingu þessara lands og vonandi eru þeir tilbúin til þess að gera það og það verður bara græja málið þannig að þessu verður bara eftir prósentu skipt á eitthvað réttláta máta. Og ef að það gengur ekki, þá sé ég eiginlega bara enga leið og ég tala fyrir hönd allra sem koma að mínum flokki með þetta. Það er alveg algjör samstæða það að þá verði bara að fara þessa leið sem hér talað. En ég bara segja aftur, ég vona að þurfi ekki að koma til hennar að það verði hægt að semja, en annars sé ég enga aðra leið í þessu máli. Takk fyrir það, Björn. Og orðið er ennþá laust. Nú þá vil ég ekki taka til máls, þá ætla ég að leggja bara þetta fram til samþyktar að bæjarstjóra verði falið að óska álit lögmanns sveitarfélagsins og möguleika þess að slíta sameign hins óskipta heiðalands Vogajarða og meðferð slíks máls. Þetta verður bókunin. Þeir sem samþykkja það, vinsamlega skrifa merki og það er samþykkt samhljóða. Ég segi þá... Má ég aðeins taka þetta máls utan dagskrár sem áður slítu fundi? Já. Síðasti fundur við þeim? Já, fyrirgefðu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir að minna mig á það. Bergur Brynjar Álfsson. Nú þetta er síðasti fundur Sigur Páls Árnasonar hér í bæjarstjórn. Hann hefur tekið það ákvörðun að flytja úr sveitarfélaginu og hörmum við það mjög. En við viljum bara þakka þér, bæjarstjórn vil bara þakka Sigur Páli fyrir velunni störf í þágu sveitarfélagsins og velfarnaðar í framtíðinni. Bara takk fyrir. Það ekki bókun fund að gera bara? Jú, kannski biðja fundarittara bara að setja þetta í bókun. Herðu, þá bara slít ég fundi. Takk.